Hérna erum við Sigurður Grétar Sigurðsson, fyrirliða stórliðsins Ginola. Og var það gaman, Siggi? Já, virkilega gaman, bara eins og alltaf frábært að koma á Bólumóti. Siggi, það var sagt hérna inn á barnum í morgun, á bláættur manni. Hann sagði að ef það er kosið skemmtilegastæli í mótsins, þá er ekki hægt annað en að hafa Ginola og það sé ósangjörn keppni. Ef þeir eru ekki kosnir skemmtilegastir, þá er það svindl. Já, það getur vel verið sko, en öll liðin eru skemmtilega sko, mjög skemmtilega reyndar en hérna, já, við reynum að hafa gaman að þessu og skemmta okkur og vonandi einhverjum öðrum líka. Siggi, það vekur og hefur vakið athygli hjá ykkur að þið geri eitt og annað til þess að vekja athygli á þessu Ginola. Hvernig er þetta til komið og hvenær var Ginola liðið til? Sko, Ginola er búið lengi til. Þetta er hérna, stofnuðum þetta þegar við vorum í grunnskóla, kringum 8. bekk eða eitthvað. Stofnuðum aðdáendaklúbb Davíð Ginola og hérna, þetta bara hefur verið til semst í 25 ára eða svo og hérna, var bara alltaf gaman. Það er ekki hægt að hætta? Það er engilega hægt eins og einhver sagði. Siggi, svo vöktu við sérstaklega athygli í gær og það var virkilega fallegt að þið afhentuðu Guðrúnu Gísladóttur rúma 1.014.000 til styrktar MND félagsins. Hvað kemur til og hvað á þetta upp á takja þýða? Sko, þetta er nú tilkomið vegna þess að Ágúst Guðmundsson, körfuknattleiksþjálfari og hérna sá góði maður, hann þjálfaði ansi marga á okkur í körfuboltanum í gamla daga og okkur þykir gríðarlega vænt hann og hann því miður veiktist af þessum ömurlega sjúkdóm og okkur bara fannst ljúft og skylt að reyna að leggja þessu málefni lið og safna kannski smá aur. Margt smátt gerir eitt stórt eins og sagt er og hérna, þannig að það var aldrei spurning og við ákváðum bara að fara í þetta og fórum í fyrirtæki og fengu þau með okkur í lið. Ég náttúrulega sjálfsög Ginola er ekki að gefa þessa 1 milljón sko, heldur Ginola leggur eitthvað til og svo fórum við hinn á þessi fyrirtæki sem hjálpuðu okkur mikið og við munum gera þeim rækilega skil eftir helgi hverjir það voru sem voru með okkur í þessari söfnun. Það er auðvitað samt, sko þessi milljón hefði aldrei komið til þó að þið hafi ekki verið sjálfur að gefa þetta en þið sáu til þess að aðrir komið penningunum til hérna inn á borð. Já, og hérna eins og ég segi bara, Gústi er þvílíkur toppmaður og hefur gert marga af Ginola-mönnunum að mönnum, hann ól okkur nánast upp frá þau vorum bínlitli vilsingar og hérna þannig að þetta var bara virkilega bara ánægilegt að gera þetta fyrir hann og fyrir hennar klúbb og hérna bara vonandi fleiri sem að styrkja þetta málefni. Maður sér það núna hvers konar mann Gústi hefur að geyma því að eins og þú segir, það er náttúrulega ekki bara sko samfélag hérna á Akureyri sem að finnur til með honum og hans fjölskyldu að þurfa að veikjast að þessum ömurlega sjúkdómi, heldur hefur að fengið þvílík viðbrögð bara allt í kringum landið, þannig hann á víða góða vini að. Já, Gústi er bara góður og gegnheill maður og hérna frábær persóna og já, það bara ber vott hvernig hann hefur hagað sér í sínu lífi, hversu margir standa með honum í þessari baráttu og hérna þetta er bara, já, Gústi er bara yndislegur. Við hvetjum náttúrulega alla til þess að leggja þessu lið og leggja einhverja krónu til styrktar MND félagsins. Já, bara endilega, skilur þú, það þarf ekki að vera mikið. Eins og ég sagði það, sko, margt smátt gerir eitt stórt og hérna, þannig að það er að gera og margir í Ginola-hópnum er að fara að taka þátt í Reykjavíkurmaraþoninu einmitt til stuðnings Gústa líka þá, sko. Og hérna, menn er svona misjöfnu formi en kannski samanlagt allir náum við að hlaupa maraþon. Ef einhverju leggjast til, ég skal hlaupa svona 500 metra og svo setjum við þá sem eru í betra formi í fleiri kílómetra. Þó er einhver tíma verið til í lengra heldur en 500 metrana? Já, einhver tíman hefði ég verið til í jafnvel 42 kílómetra en ekki í dag. Tekur bara í PlayStation á eftir? Já, ætli það ekki, það verður eitthvað þannig. En að öðru Siggi, nú líður á lokum á Pólumótinu, hvernig er búið að ganga hjá Ginola? Það er bara gengið stórkostlega. Allir skemmt sér bara mjög vel og engin meiðsli og mikið gleði og mikið hlátur og við erum bara að fara að spila úrslitaleiku eftir og vonandi fer hann bara vel. Og við hverja er að spila? Það erum við að spila við hérna Hvíta Riddarann. Þið takið hérna bara kunni manngangin og takið það bara? Já, það er stefnan, það er bara stefnan að vinna þetta. Ginola
hefur einu sinni komist í verðlaunasæti, það var 3. sæti. Árið áður en það gerist, þá vorum við í síðasta sæti og árið eftir það gerist, þá vorum við í síðasta sæti líka, þannig að við rokkum svolítið upp og niður. Menn svona fara stundum full grimt í söngvatnið þessa helgi. Já, og svo kannski hugur og fætur fylgja ekki alltaf að. Nei, það er rétt Páll, þeir gera það svo sannarlega ekki. Siggi, gangi ekki vel og ég bara fyrir hönd allra þeirra sem að gleðjast yfir flott framtak hjá okkur. Takk sömuleiðis, Balli.